Þá settur 641. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 15. nóvember 2022. Viðstaddir eru Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Friðján Einarsson, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Rannveig Erla Guðlaugsdóttir, Aðalheiður Hilmarsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Trausti Arngrímsson, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem hér stendur Guðbergur Reynisson. Að auki sitja fundinn Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá eru fundagerðir bæjarráðs frá 3. og 10. nóvember, fundagerð umhverfis- og skipulagssviðs frá 4. nóvember, fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 20. október, fundagerð framtíðarnefndar frá 9. nóvember, fundagerð fræðsluráðs frá 11. nóvember, jafnlaunastefna Reykjanesbæjar síðari umræða og fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2023 til 2026 fyrri umræða. Fyrsta mál á dagskrá eru fundagerðir bæjarráðs 3. og 10. nóvember og orðið er laust báðar fundagerðirnar. Er einhver sem Birgitta Rún Birgisdóttir, bæjarfulltrúi. Sækið. Já. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að unnið sé ötullega umhverfismálum í bæjarfélaginu svo og annars staðar. Við veltum því fyrir okkur hvort Reykjanesbær eigi að bjóða fram starfskrafta sína sem önnum kröfnum starfsmanna í nefndir sem annars örfá sveitarfélög á landinu taka þátt í að skipa. Er að ræða ósk fulltrúa frá 4 til 5 sveitarfélögum til að taka þátt í vinnu við þróun aðlögunar aðgerða vegna loftslagsbreytinga. Eins er að ræða ósk fulltrúa í vatnaverndarnefnd þar sem mörk vatnaverndarnefnda geta náð yfir fleiri en 1 sveitarfélag, er sveitarfélögum heimilt að sameinast fulltrúa í vatnasvæðisnefnd fyrirgefið. Reykjanesbær er innan sama vatnasvæðis og allt höfuðborgarsvæðið og nær það svæði út sunnanvert Snæfellsnes. Mikið hefur verið talað álag á starfsfólk umhverfissviðs og innan stjórnsýslu undanfarin misseri. Það vekur því furðu okkar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að nýráðin sjálfbærnifulltrúi Reykjanesbæjar sé tilnefnd til nefndarsetu auk þess að sinna þeim málum sem hún hefur verið ráðin til að sinna hjá Reykjanesbæ og starfsmaður umhverfissviðs. Við hljótum að geta treyst á að hæfa fulltrúa sé að finna innan annarra sveitarfélaga til verkefnisins og látið vera að auka álag á okkar starfsfólk. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundagerðum Friðján Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að fara í fundagerðir bæjarráðs
sjálfur sér ekki stórt og mikið sem ég ætla að nefna í kringu það, en ég ætla að fagna því að frá fundargerðinni frá 3. nóvember síðastliðinn, það var kynnt verkefni True North, kvikmyndaverkefni sem við verið að taka hérna, sem hálf þjóðin og flestir í Reykjanesbæ vita um. Það sem Jodie Foster er mætt á staðinn og er að fara að taka upp kvikmynd. Ánægilegt að fyrir valinu skulle vera Reykjanesbær og að mér skilst að þá hafa menn tekið sér mjög vel og verið spennandi að fylgjast með þessu þegar þetta verður. Það er alltaf gaman að fá góða gesti í heimsókn. Ég vildi bara segja það að eins og bæjarfulltrúar vita þá erum búin að vera að vinna ötullega í fjárhagsáætlun 2023-2026 sem Kjartan mun kynna hérna á eftir og kemur hérna til fyrri umræðu í öllum bæjarráðsfundum undanfarið og enda ekki einfalt mál að leggja fram fjárhagsáætlun eins og árar þessa dagana. Ég vil líka nefna minnisblað þarfa og valkostagreiningu fyrir söfn og menningarstofnanir sem er alveg sérlega vel unnin skýrsla, greining af forstöðumanni Byggðasafnsins en Evu, virkilega flott og hvet ykkur öll til þess að lesa hana. Við þurfum að gera ýmsar breytingar á að safna málum hjá okkur og horfa dálítið til framtíðar, hvert viljum við stefna. Ætlum við að hafa alla tegundir á söfnum í sveitarfélaginu eða ætlum við bara að hafa eitthvað fast ákveðið. Það er ekkert að segja þessu söfn séu mikla peningamaskinur fyrir okkur, þannig að við þurfum kannski að fara að velja og hafna og gera þá vel við það sem við viljum gera. Það vil ég hvetja ykkur til þess að skoða þessa skýrslu og hún er virkilega til fyrirmyndar. Annars veit ég nefna því samt við fund bæjarráðs 10. nóvember síðastliðinn að þar var samþykkt að heimila kaup á sérstökum hreinsi og sérstökum tæknibúnaði í fráveitukeri Reykjanesbæjar. Það er að segja búnaði hreinstöðina og við erum voðalega bjartsýn á að hún myndi hugsanlega spara okkur mikla fjármuni þeirra til framsækir. En eins og þið viti að þá er fráveitumál hjá okkur ekki alveg nógu góðum farfi og við þurfum að bæta þeir í og þetta er kannski þá fyrsti áfangi því að gera hlutina aðeins betri og vil ég þá bara hrósa Guðlaugi og Gunnari fyrir þessa tillögu og það verður spennandi að sjá hvernig þetta virkar en við erum bjartsýn að það gerir það. Ég vil líka hrósa Iðunni Kristínu Gretarsdóttur, deildarstjóra launa og kjaradeildar sem kom á fundin til okkar og fór yfir launagreiningu hjá Reykjanesbæ. Það sem við erum ansi skildum hlutina aðeins betur eftir hún var farin frá okkur en það er 0,62% launamunur milli kynja hjá Reykjanesbæ sem er alveg yndislegt að heyra að við séum loksins að ná þessu og að við skulum vera með jafnlaunavottun og viðurkenningu fyrir þetta. Maður er stoltur af því, ekki veitir af. Auk þess var líka rætt betri vinnutíma en Iðunn títtnefnda fór yfir það mál með okkur líka og lagði fram tillögur að betri vinnutíma starfsfólki í félagi grunnskólakennara og tónlistarskólunum og þær tillögur sem voru allar samþykktar. Við erum náttúrulega líka í breyttum tímum varðandi barnavernd. Farsældarlögin er að taka gildi og við þurfum að taka tillit til þess og það var samþykkt að skoða samstarf við félögin í kringum okkur, Suðurnesjabæ, Voga og Grindavík rekstur umdæmisráðs og auk þess hefur Árborg lýst sig áhuga að vera með okkur. Og það verður spennandi að fylgjast með þessu og hvort þetta bæti vinnubrögð barnavernda í þessum sveitarfélögum. En við samþykktum þessa tillögu sem Þórdís Elín teymisstjóri barnavernda lagði fram og það verður dálítið spennandi að sjá hvernig það heldur áfram. Það sem ég vildi kannski líka nefna hérna er 6. mál, samþykktum gatnagerðargjöld. Þarna var lagð fram samþykktum gatnagerðargjöld í Reykjanesbæ sem þá tekur gildi í áramótin. Það er að gera breytingar á gatnagerðargjaldi þar sem við erum að færa okkar aðeins inn í nútíman og nær gjöldum sem eru á höfuðborgarsvæðinu og eru heimil samkvæmt lögum og var samþykkt samhljóða hjá okkur. En það er alveg ljóst að við höfum ekki alveg verið sjálfbær í gatnagerðargjöldum og hingað streymir fólk og kallar á mikla þjónustu
og við þurfum að bæta í bæði innviðagjöld sem og að fullnýta okkur möguleikana í gatnagerðargjöldum og þar gerum við núna. Ég held að þetta sé stór skref fram á við fyrir okkur og nauðsynlegt. Það er erfitt fyrir sveitarfélagið í dag, það er erfitt að vera sjálfbær í dag og við höfum verið heppin með hvernig reksturinn hefur gengið hjá okkur á undanförnum árum og þannig en við verðum samt að passa okkur að halda ekki að við getum gert þetta allt sjálf og einn og við erum að nýta það sem við höfum. Þannig að ég er mjög ánægður með þessa samþykkt að við skulum hafa klárað þetta mál. Nú, Myllubakkaskóli er mikið til umræðu, við erum til umræðu mikið síðasta árið og það gengur vel. En eins og ykkur er kunnugt að þá var skipun sérstök nefnd sem mun hafa byggingarnefnd Myllubakkaskóla sem hefur yfirumsjón með þessum byggingum og sem og öðrum miklu vandarmálum eða rakaskemmdarmálum, skulum við frekar kalla þetta, þar sem til þess að hafa fasta verkferla og vinna þetta vel. Það hefur bara gengið mjög vel og við erum bjartsýn að við náum tökum á öllum þessum málum. En eins og þið vitið að þá eru framundan gríðarlegu kostnaðar samfara endurbyggingu Myllubakkaskóla og erum við að tala þar á 4 milljarð næstu 3 árum. En leið erum við líka að leggja verulega í Holtaskóla sem og nokkra aðra fasteigna sem falla þarna undir. Nú, stoltastur er ég kannski að því að Bæjarráð samþykkti samhljóða ganga til eða undirrita viljayfirlýsingu við Brynju leigufélag þar sem við erum að horfa til framtíðar uppbyggingu á íbúðum fyrir öryrkja í Reykjanesbæ. Eins og þið vitið þá tökum við í notkun næsta haust 7 raðhús í Njarðvík sem í samstarfi við Brynju leigufélag og við viljum halda áfram á þessa braut og þessi yfirlýsing er stór skref í þá átt og er ég þakklátur Brynju að leita til okkar og gera þetta. Ég held að þetta sé mjög mikið framfaraskref fyrir okkur. Annað verður hún ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum Bæjarráðs? Ef ekki, þá ætla ég að stelast hérna inn. Við sjálfstæðismenn erum að setja út á lið 8 í fundargerð Bæjarráðs. Þar verið að tala húsnæði Myllubakkaskóla sem í fundargerð 1392 fundars Bæjarráðs. Og eins og Friðjón minntist á þá er búið að stofna byggingarnefnd varðandi Myllubakkaskóla en við lestur fundargerða þessar byggingarnefndar þá virðist hún vera komin með fleiri byggingar í bænum og þetta er svona svolítið út og suður hvað þessi nefnd er að gera og það er ekki komið almennilega erindisbréf þannig að við viljum Sjálfstæðisflokkurinn setja fram bókun. Vegna liðar 8 í fundargerð Bæjarráðs fundi 1392 þann 10. nóvember 2022. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að hlutverkaskipting sé skýr á milli byggingarnefndar og verkefnastjórnar og að erindisbréf liggi fyrir. Auk þess þarf formlegt erindisbréf að liggja fyrir ef bæta á fleiri fasteignum sveitarfélagsins við verksvið byggingarnefndarinnar. Og svo bætti ég hérna inn, Sjálfstæðisflokkurinn óskar einnig eftir svörum við því hvort til sé viðbragðsáætlun hjá sveitarfélaginu hvernig eigi að aðstoða og hlúa að því starfsfólki og nemendum sem eru að veikjast vegna myglu í fasteignum Reykjanesbæjar eða þar sem starfsemi sveitarfélagsins fer fram. Takk fyrir það. Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, eins og hefur komið fram í umræðum í Bæjarráði og samtölum við oddvita sjálfstæðismanna í bæjarstjórn að þá er búið að fara yfir
verkefni þessar ágætu nefndar og stefnt að því að leggja fram erindisbréf í næstu viku í bæjarráði og til síðan samþykktir í bæjarstjórn eftir 2 vikur. Þetta var öllum ljóst í bæjarráði síðustu 2 vikur. Það eitthvað farið frá eða gleymst að láta ykkur vita en það er alveg skýrt að erindisbréf mun vera lagt fyrir sem tekur á þessum kannski þessu umfangsmikla starfi sem þessi nefnd er að sinna. Já, það eru til starfsreglur sem hafa verið samþykktar að Heilbrigðiseftirlitinu og Vinnumálastofnun, bæði hvað varðar starfsmenn og nemendur þegar svona kemur upp og voru þær samdar og lagðar fram fyrir nokkrum vikum og kynntar meðal annars í bæjarráði en þetta er allt til hjá nefndinni og hjá skólum og starfsmenn, allt klart. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs? Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðu gestir. Mér langaði bara að koma aftur inn á það sem kom fram hérna á fundi okkar bæjarfulltrúa með ungmennaráði. Og þar kom skýrt fram að ekkert hafi verið rætt við nemendur ástandið í skólanum. Þannig að ég tek undir þessa fyrirspurn sem að Guðbergur bæjarfulltrúi lagði fram hérna áðan og ítreka það bara að þar eru hagsmunirnir mestir. Það er hjá börnunum sem eru rétt að stíga sem fyrstu skref út í lífið. Takk. Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi. Öll samskipti við starfsmenn og nemendur grunnskólana fara í gegnum skólastjóra aðstoð og skólastjóra skólana. Það var einn aðili eða einn nemandi í Myllubakkaskóla sem nefndi þetta á fundinu hjá okkur daginn og þeim athugasemdum hefur verið komið til skila til yfirvalda þess skóla og það er náttúrulega ekki okkar verkahring að koma upplýsingum til foreldra heldur er þetta gert beint í gegnum nemendur en vegna uppbyggingar í Myllubakkaskóla þá hefur verið ákveðið að senda bréf til nágranna skólans og upplýsa það fyrirhugaðar framkvæmdir til framtíðar en allar upplýsingar sem þurfa að berast til nemenda fara frá skólastjóra til kennara og til foreldra bæði gegnum og það er rétta leiðin þannig að það er ekki okkar borði þessar nefndar eða okkar en við höfum haldið starfsmannafundi nokkrum sinnum bæði í Myllubakkaskóla og Holtaskóla þar sem fræðsluþjóri ásamt formanni bæjarráðs, þar sem við höfum farið yfir málin með starfsmönnum og verkefnahópurinn, bæði í Myllubakkaskóla annars vegar og hins vegar verkefnahópurinn yfir Holtaskóla. Þannig að upplýsingagjöf til starfsmanna tel ég vera til fyrirmyndar, virkilega til fyrirmyndar. Á þessa fundi hafa líka Heilbrigðiseftirlitið komið og Vinnueftirlitið sem auðvitað er að hugsa hagsmuni starfsmanna. Þeir hafa mætt á alla þessa fundi með okkur og það hefur verið tekist á en upplýsingarnar eru sendar og kynntar og leiðar berast frá verkefnahópnum og þeim sem standað uppbyggingunni. Bara ítreka það að aftur á móti skilaboð til nemenda fara í gegnum skólan en ekki frá nefndinni eða frá okkur. Þannig að það er alfarið í höndum skólastjóra og þessar athugasemdir sem komum fram á þessu fundi frá þessu nemenda er komið til skila. Þannig að það sé alveg á hreinu. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég get tekið undir mikilvægi þess að upplýsingagjöf sé góð í málefnum þegar allt fer í steik hérna í samfélaginu okkar eins og gerði sannarlega í Myllubakkaskóla. Ég er foreldri barna í skólanum þannig að ég þekki alveg ágætlega til hvernig það var þarna í upphafi. Það er ýmislegt þar sem hefði mátt vera betur og ég
skynja það allavega sjálfur að menn hafi sannlega dregið lærdóm að því. En svona til að því sé haldið til haga, þá var allavega mín persónulega upplifun svo að stjórnendur skólans, þeir sinna sínu upplýsingaskyldu hlutverki bara með sóma gagnvart því sem í gangi þarna í þeim verkefni sem eru framundan. Ég ekkert hissa á því að upplifun nemenda og kannski foreldra líka hafi á fyrstu svona vikum þessa mikla verkefni sem kom þarna beint í fangið á fólki ofan í önnur mjög krefjandi verkefni í skólasamfélaginu sem snúa COVID og annað þvílíkt hafi verið bara krefjandi og erfið og ábyggilega gert einhver mistök hérna eins og við öll gerum. En svona mín upplifun allavega sem foreldri hérna í skólanum ekki önnur en svo að skólastjórnendur þar standa sig bara með prýði í dag allavega gagnvart því verkefni sem í gangi þar. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð Helga Jóna Oddsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, bara að taka undir hrós bæði bæjarfulltrúa Friðjóns og bæjarfulltrúa Bjarna Páls til starfsmannaskólans. Ég efast ekki að þetta hefur virkilega reynt á starfsfólk og stjórnendur, ömurlegt ástand. Ég hins vegar ekki alveg sammála því að það sé ekki okkar hlutverk þegar svona stórar krísur bresta á að stíginn, að taka þátt í að veita upplýsingar. Styðja enn betur við bakið á stjórnendum sem að standa í eldlínunni daglega, þá veitir ekkert af að við komum með. Það er mín sýn. Takk. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson. Ég vil bara ítreka það að eins og ég sagði áðan, við höfum fundað með öllu starfsfólki Myllubakkaskóla nokkru sinnum og starfsfólki Holtaskóla nokkru sinnum þar sem öllum upplýsingum er komið á framfæri. Í verkefnahópurinn bæði í Holtaskóla og Myllubakkaskóla samastendur meðal annars af skólastjórum skólana, auk annarra starfsmanna og ég vil bara ítreka það að við erum ekki að stíga inn og vera á milli framhjá skólastjóra á einhvern hátt, heldur viljum við gera þetta vandfarið vegna þess að það er mjög auðvelt að hlutir fari úr böndunum í svona málum og viljum vanda okkur í þessu og höfum talið bestu leiðina, við tölum við skólastjóran og yfirmenn skólans og hann kemur síðan málunum áfram til foreldra. Við erum þar og við ætlum ekki fara þar á milli, þannig að það sé alveg skýrt. En samskiptin eru mjög mikil og það liggur þessi dagleg á milli verkefnastjóra og skólastjórana. Þannig að bara það sé sagt, það sé alveg á hreinu. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Svo ekki. Þá legg ég fundargerðina báða til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerði bæjarráðs 3. og 10. nóvember gefur merki. Það eru samþykktar 11:0. Þá er komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. nóvember og þar er einn liður sem þarfnast sérstakrar samþykktar. Það er 7. liður, Framnesvegur, breyting á deiluskipulagi og orðið er laust þann lið. Einhver sem vil tjá sig lið 7. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt lið 7 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það er samþykkt 11:0 og ég gef þá orðið laust fundargerðin alla. Bæjarfulltrúi Bjarni Páll. Forseti, bæjarfulltrúar, ég langar að koma aðeins inn á 8. lið í fundargerðinni sem fjallar hverfaráð. Á fundinu var lagt fram bara ágætis minnisblað skipulagsfulltrúa sem inniheldur bæði svona almenna umfjöllun hverfaráð sem og tillögu að því hvernig væri hægt að standa að stofnun hverfaráðana og svona kemur þarna fram ákveðin tillaga tímalínu sem miðar að því að
stofnun verði svona komin vel á veg vorið 2023. Ég tek heilshugar undir það sem rakið í minnisblaðinu og tel að Reykjanesbær eigi að stíga þetta skref sem fyrst. En það er þó að mörg að huga þessum málaflokki og það er mikilvægt að vanda vel til undirbúnings, framkvæmdar og eftirfylgni. Því að það skiptir gríðarlega miklu máli að hverfaráðin verði virk og þau séu ekki nýtt sem einhver tick-í-box samráðsvettvangur fyrir pólitíkina. Og svona í því ljósi að þá tel ég mikilvægt að í því skipulagi sem við sett hér upp í bæjarfélaginu að framtíðarnefnd fái erindi til úrvinnslu og vil með leyfi forseta leggja til að því sem kemur fram í 8. lið ásamt minnisblaðinu verði vísað til framtíðarnefndar til úrvinnslu. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Bjarni. Hann leggur til að já, bæjarfulltrúi Valgerður, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að bara taka undir með bæjarfulltrúa Bjarna Páli. Ég ætla einmitt að koma inn á þetta. Ég ætla svona að blanda máli 3 og 8 kannski aðeins saman. En mál númer 3 fjallar sem sagt áskorun íbúa í Ásahverfi þar sem að nokkrar athugasemdir eru gerðar við hverfið og skrifað undir af 70 íbúum. Það er ánægjulegt að sjá jákvæð viðbrögð ráðsins við erindinu enda allt sanngjarnir og eðlilegir punktar sem bent er á, eins og til dæmis lélegt umferðaröryggi og skort á leiksvæði fyrir börn. Og það má deila hvort að skipulag og uppbygging Ásahverfis hafi tekist vel, en ég er sannfærð að við lærum á reynslunni og gerum betur næst. Og minnisblað skipulagsfulltrúa í máli nr. 8 hverfaráð passar þá vel inn í þá umræðu hvernig bæjaryfirvöld geta staðið betur að almenningssamráði í hverfunum þegar kemur að skipulagsmálum. Og ég tek þá aftur undir með Bjarna að vísa málinu til framtíðarnefndar sem vinnur það kjölfarið að góðri útfærslu að hverfaráðum sem getur þá tekið til starfa á árinu 2023. Takk fyrir það. Við erum undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla þá að leggja til að í lið 8, þar sem rætt hverfaráð, að þeirri vinnu verði vísað til framtíðarnefndar. Þess að geta samþykkt það, að vísa þeim lið til framtíðarnefndar og það er þá hverfaráð og þung áhersla á kynningu á skipulagsmálum og samráð við íbúa og allt það sem þar stendur. Það er samþykkt 11-0. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig fundargerðina að öðru leyti? Svo er ekki. Þá legg ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. nóvember til samþykktar. Þessi geta samþykkt hana. Og hún er samþykkt 11-0. Þá er næst fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 20. október og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Díana Hilmarsdóttir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma upp til 5. máli sem snýr að skemmtiferðaskipum. Vinnustofu í tengslum við markaðssetningu Keflavíkurhafnar fyrir smærri skemmtiferðaskip. Mér langar að hvetja fólk sem hefur áhuga á að taka þátt í vinnustofunni og taka þátt í að gera samfélagssáttmála fyrir áfangastæðin Reykjanesbæ sem snýr að því að samfélagið setji leikreglur fyrir ferðamenn og gesti bæjarins og stuðla þannig að betri umgengni og samskiptum allra aðila sem að koma. Að gera sér ferð í Hljómahöllina á morgun 16. nóvember og taka þátt í þessu spennandi verkefni sem er frá klukkan 1-5. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafna? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefur merki. Hún er samþykkt 11-0. Næst á dagskrá er fundargerð framtíðarnefndar frá 9. nóvember.
og orðið er laust hana. Díana Hilmarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Fyrsta mál á fundi framtíðarnefndar varðaði móttöku flóttafólks þar sem að Ásta Kristín, teymisstjóri alþjóðlegrar verndar, kom á fundinn og kynnti starf teymis alþjóðlega vernd og samræmda móttöku flóttafólks. Verkefnið er síbreytilegt og hefur undanfarna mánuði stækkað mjög mikið og málaflokkurinn hefur verið mikið í fjölmiðlum og er þá helst vert að nefna stríðin sem geisar á milli Rússlands og Úkraínu sem hefur haft áhrif út allan heim og Ísland hefur ekki látið deigan síga í að leggja sitt af mörkum til að aðstoða fólk sem hefur flúið frá Úkraínu og veitt þeim skjól. Þetta hefur óneitanlega aukið álag á starfsmenn og stofnanir bæjarins og starfsmenn hafa lagt sig fram í hvívetna. Annað mál er innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hjörtur Magni, verkefnastjóri Barnavernd sveitarfélags og Aðalheiður Júlírós gæðastjóri mættu á fundinn og kynntu aðgerðaráætlun vegna innleiðingar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ásamt réttindafræðslu fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga á vegum UNICEF Akademíunnar. Mig langar að hvetja þá fulltrúa og starfsmenn sem eiga eftir að fara í gegnum réttindafræðsluna að gera það. Þetta er mjög áhugavert og gott fyrir okkur fullorðna fólkið að fara í gegnum þessa fræðslu og fyrir mig sem bæjarfulltrúa og móður og sem einstakling var það brýning og áminning að við þurfum í hvívetna að hafa hagsmuni og réttindi barna í fyrirrúmi. Þriðja mál fundarins sneri að markaðsstefnu Reykjanesbæjar. Gunnar Víðir Þrastárson verkefnastjóri markaðsmála kom á fundinn og kynnti vinnu við nýja markaðsstefnu bæjarins og helstu áherslur. Reykjanesbær hefur verið og er ört stækkandi bæjarfélag og mikilvægt fyrir okkur sem sveitarfélag að eignast stað í hugum fólks sem aðgreinir okkur frá öðrum bæjarfélögum. Hvernig ætlum við að koma bæjarfélaginu á framfæri og halda áfram að byggja bæjarfélagið upp á jákvæðan og góðan hátt? Reykjanesbær hefur eins og við öll vitum upp á margt gott að bjóða og hafa markaðsstofa Reykjanes og Heklan sett af stað herferðir til að bæta ímynd og jákvæðni bæjarins og það er gleðiefni að segja frá að 89% Suðurnesjamanna eru jákvæðir í garð svæðisins og 90% Suðurnesjamanna hafa tekið eftir jákvæðan fréttum af svæðinu. En eins og við vitum þá eru það oftar en ekki neikvæða fréttirnar sem að rata út allt og eru hæpaðar upp því miður og því skiptir það miklu máli hvernig við íbúar tölum svæðið okkar. Takk fyrir. Sammála því. Við erum undir fundargerð framtíðarnefndar 9. nóvember, bæjarfulltrúi Valgerður. Já, ég kem hér upp undir máli nr. 3 í fundargerð framtíðarnefndar frá fundi þann 9. nóvember, markaðsstefna Reykjanesbæjar, sem bæjarfulltrúi Díana hefur aðeins farið yfir. Ég fagna drögum að markaðsstefnu sem er byggð á viðamikilli greiningarvinnu með fagaðilum. Það er alls konar jákvætt sem kemur fram í stefnunni. Það er áhugavert til dæmis að sjá að nokkrir þættir sem vega mest hjá svarendum könnunar þegar kemur að neikvæðri ímynd til svæðisins hafa minnkað verulega undanfarin ár. Það er alls konar þar sem við höfum ekkert vald yfir, til dæmis veðurfar, sem er oft nefnd ástæða varðandi neikvæða ímynd en hefur minnkað gríðarlega undanfarin ár. Heppinu við, ekkert sem við gerðum. En önnur ástæða sem er minna nefnd en áður og er eitthvað sem við höfum vald yfir, er illa rekið bæjarfélag eða spilling. En þar fara þeir sem svara því úr 28% niður í 2% frá árinu 2015 til 2021. Sem er nú heldur betur gott vegarnesti inn í umræðum fjárhagsáætlun, þar sem helsta áhersla okkar undanfarin ár hefur verið ábyrg fjármálastjórn, vel rekið bæjarfélag, áætla tekjur varlega, útgjöld ríflega. Varðandi staðfærslu stefnunar sem á þessu stigi er, í Reykjanesbæ setjum við rokk í allt sem við gerum, jafnt í meðbyr og þegar á móti blæs, þá hef ég heyrt að ekki ríki víðtæk sátt hana meðal stjórnmálafólk sem ég hef rætt við. Mögulega þarf eitthvað að endurskoða hana. Ég veit að þetta er ekki slagorð sem verður notað en mögulega er hægt samt að endurskoða orðalagið. Helstu markhópar Reykjanesbæjar í markaðssetningu eru íbúar, þá sem sagt sveitarfélagsins sjálfs og aðrir íbúar á Íslandi, fyrirtæki og ferðamenn. Mér hefur heyrst á umræðum undanfarinna vikna að aðalfókusinn okkar á næsta árum verði markaðssetning gagnvart ferðamönnum, erlendum sem innlendum sem og markaðssetning á tækifærum til uppbyggingar fyrir alls konar fyrirtæki. Minna púður verður lagt í að markaðssetja Reykjanesbæ sem búsetukost þar sem við
allavega í meirihlutanum, viljum reyna að hægja á fólksfjölgun hér næstu árum til að geta náða að byggja upp góða innviði fyrir þá sem eru hér nú þegar. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð framtíðarnefndar? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt fundargerð framtíðarnefndar frá 9. nóvember gerir merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá er fundargerð fræðsluráðs frá 11. nóvember og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Díana Hilmarsdóttir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir. Í málum 2 og 3 voru starfsáætlanir leikskóla og grunnskóla lagðar fram og að vanda eru þær vel unnar, byggja á miklu metnað og fagmennsku og vil ég þakka þeim starfsmönnum sem þær unnu kærlega fyrir. Í 5. máli kom Haraldur Axel grunnskólafulltrúi og kynnti viðbragðsáætlun við samskiptavanda eða einelti og tilgangurinn er samræmt verklag þegar tilkynningar slíkt berast grunnskólum Reykjanesbæjar. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að það sé tekið vel á þessum málum því að þau geta verið flókin og erfið og að það er ekki tekið vel á þeim þá geta þau haft varanleg áhrif á einstaklinga, bæði þolendur og gerendur. Það er líka mikilvægt að foreldrar og forráðamenn barna fylgist vel með og taki vel á slíkum málum þegar þau komu upp. Það sé ekki skólinn sem eigi að leysa málin. Skólinn er menntastofnun og við foreldrar og forráðamenn erum uppalendur. Það er mikilvægt að skóli og foreldrar og forráðamenn vinni vel saman. Þegar börn og ungmenni haga sér ekki eins og best verður á kosið, gera eitthvað af sér, þá megum við ekki stinga höfðun í sandinn og segja nei, ekki mitt barn. Það getur ekki verið. Barnið mitt gerir ekki svona eða haga sér ekki svona. Staðreyndin er nefnilega sú að allir geta lagt í einelti og allir geta orðið fyrir einelti. Við foreldrar og forráðamenn erum fyrirmyndir barnan okkar, það hvernig við högum okkur, hvernig við tölum saman og tölum aðra, smitast yfir á þau. 7. mál var erindi frá ungmennaráði er varðar ókeypis tíðavörur í grunnskólinu Reykjanesbæjar fyrir leghafa. Í dag er hægt að tala við starfsmenn innan skólana ef nemendur þurfa á tíðavörum að halda, en það að þurfa alltaf að tala við einhvern til að nálgast þær er eitthvað sem ekki allir kjósa að gera. Og því mikilvægt að þær séu aðgengilegar án milligöngumanns. Ég hefði sjálf viljað hafa haft aðgengi að tíðavörum þegar ég var í grunnskóla fyrir nokkrum árum, því það kom alveg fyrir að maður byrjaði á blæðingum í skólanum og var ekki með tíðavörur í töskunni. Ég styð þessa frábæru hugmynd ungmennaráðs heils hugar. Það er mikilvægt að stuðla að auknu jafnrétti og geta aukið vellíðan og tíðaröryggi. Þetta verkefni fellur einnig vel að vinnu síðastliðna 2 ára varðandi innleiðingu barnavæns samfélags með innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sviðsstjóra fræðslusviðs var falið að meta kostnað við að boðið verði upp á ókeypis tíðavörur og samhliða kostnaðarmati þá verði samstarf við skólastjórnendur og unnið að tillögum og útfærslu í hverjum skóla fyrir sig. Ég segi frábært framtak ungmennaráð. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs? Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðu gestir. Mér langar að koma hérna upp undir lið 5 varðandi eineltisstefnuna og fagna því að hún skuli hafa litið dagsins ljós. Ég held að því miður að þá snýst þetta ekki að útrýma einelti. Það mun alltaf verða einhvers konar hegðun sem að rekst á við aðrar en við þurfum að hafa kjark og þor til þess að setja mörk og styðja börnin okkar eins og bæjarfulltrúi Díana sagði svo réttilega að við höfum mörk staðið í þessum sporum að barnið okkar gerir mistök. Og það er okkar að láta ekki stoltið og egóið eyðileggja þroskaferli barnsins okkar með því að afneita því að eitthvað hafi átt sér stað. Barnið veit hvað átt sér stað. Þannig að ég fagna þessari áætlun af öllu hjarta og trúi því að við eigum eftir að verða enn öruggara sveitarfélag fyrir börnin okkar fyrir vikið. Takk. Bæjarfulltrúi Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir.
Ég er hérna einnig komin til þess að leggja orð í belg varðandi 5. lið fundarins, viðbragðsáætlun við samskiptavanda eða einelti í grunnskólum. Það er verið að stíga hérna mínum huga mikilvægt framfaraskref í þessum málaflokki. Það hafa sannarlega náttúrulega verið til áætlanir í öllum grunnskólum bæjarins sem hafa nýst þeim vel til að takast á við málaflokkinn að mörgu leyti, en hérna er náttúrulega verið að stíga skref til að samræma þær. Þetta er bara þróun út frá núverandi umhverfi og þetta mun styrkja ferlið, þetta mun styrkja þolendur, þetta mun styrkja gerendur og aðstandendur þeirra og ekki hvað síst þá mun áætlunin, og ég hef það væntingar til hennar, hún mun styrkja og stiga við baki á þeim aðilum í skólasamfélaginu sem koma úrlausn þessara mála sem eins og hefur komið fram oft flóknustu og erfiðustu málin sem tekist á við. Og ég vil sérstaklega bara færa fræðsluskrifstofunni þakkir og öllum sem hafa haft aðkomu að útbúa og útfæra þessar samræmdu áætlanir fyrir góða vinnu. Mér finnst þetta fyrirmyndar og ég vonast til að þetta sé svona vísir að frekari samræmingu í fræðslusamfélaginu hjá okkur þar sem við á. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt fundargerð fræðsluráðs frá 11. nóvember, gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar, síðari umræða og orðið er laust. Bæjarstjóri, Kjartan Már. Bara örstutt, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við erum hér með til annarar umræðu og vonandi afgreiðslu jafnlaunastefnu. Hún var til fyrri umræðu fyrir hálfmánuði og þá komu strax fínar ábendingar frá bæjarfulltrúum sem við höfum tekið tillit til og ég hef upplýst ykkur í tölvupóstsamskiptum. Þannig að ég vænti þess að plaggi sé orðið þannig að menn sætti sig við það, ef ekki þá bara endilega láta okkur vita. Takk. Tekum til það, er einhver sem sér einhver vandkvæði við þetta plagg? Svo er ekki, þá ber ég bara jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar síðari umræðu til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er síðasta mál á dagskrá, það er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2023 til 2026, fyrri umræða og orðið er laust. Það er bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að leita hér að skjali sem er núna komið í leitirnar. Já, við erum, hér er verið að leggja fram til fyrri umræðu tillögu að fjárheimildum A-hluta bæjarsjóðs og A- og B-hluta samstæðu Reykjanesbæjar fyrir næsta ár 2023 ásamt fjárhagsáætlun næstu 3 ára þar og eftir sem eru þá 2024, 2025 og 2026. Og ég vek athygli bæjarfulltrúa á því að við erum að tileinka okkur nýtt orð, svona nýtt tungutak í umræðum fjárhagsáætlun. Þetta hefur hingað til verið nefnt bara allt í sama nafni, það er að segja fjárhagsáætlun næsta árs og næstu 3 ára og eftir, en í raun er réttar að tala fjárheimildir næsta árs og svo 3 ára áætlun þar á eftir. Það útskýrir aðeins öðruvísi orðalega nú en áður. Ég ætla aðeins að útskýra uppbyggingu fjárhagsáætlunar, en til A-hlutans þá teljast sjóðir og einingar sem nær eingöngu eru fjármagnaðir með skatttekjum, en þær eru samkvæmt reglugerðum með uppsetningu á bæjarsjóði sveitarfélaga, aðalsjóður, eignasjóður og umhverfismiðstöð. Til B-hluta teljast fyrirtæki og stofnanir sem á stórum hluta eru rekin fyrir sjálfsaflafé, en þau eru Fráveita Reykjanesbæjar, Reykjaneshöfn, HS Veitur að 50,1% hluta, við erum sveitarfélagi meirihluta eigandi í HS Veitum,
Fasteignafélagið Tjarnagata 12 EHF, Hljómahöll Veitingar EHF og 2 félög sem hafa enga starfsemi en eru til og við eigum. Það er annars vegar eignarhaldsfélagið Fasteign EHF og Íslendingur EHF. Saman myndar þessir 2 hlutar, það er að segja A og B hluti samstæðu Reykjanesbæjar. En með nýjum lögum sem sett voru á árinu 2021 er sveitarfélögum skylt að taka inn hlutfallslega inn í áætlanir sínar og samstæður reikningsskil þau byggðasamlög og önnur fyrirtæki sem þau bera ábyrgð á hlutfallslega eftir íbúafjölda þeirra sveitarfélaga sem að þeim standa. Þau sveitarfélög sem vegna þessa tilheyra nú í fyrsta sinn samstæður Reykjanesbæjar eru Brunavarnir Suðurnesja, Kalka, Sorpeyðingarstöðin okkar, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. Þetta hefur í för með sér, þessi breyting hefur í för með sér breytta framsetningu og nýjar stærðir sem taka þarf tillit til og leiðrétta fyrir ef og þegar bera á sama reksturinn á milli tímabila. Nú aðeins vinnuferlið. Áætlun A-hluta hefur verið til meðferðar og umræðu í bæjarráði Reykjanesbæjar undanfarnar vikur og verður svo áfram þar til kemur að annarri umræðu og afgreiðslu hér í bæjarstjórn þriðjudaginn 5. eða 7. hvort er það? 7. desember. Áætlanir sameiginlega rekinna fyrirtækja og stofnana hafa hins vegar verið til umræðu og afgreiðslu í stjórnum þeirra. Þessar áætlanir byggja meðal annars á niðurstöðum 6 mánaða uppgjörs janúar til júní þessa árs 2022, útgefinu þjóðhagsspá sem var gefin út í júní 2022 og starfsáætlunum komandi árs. Gera má ráð fyrir að áætlanir taki breytingum á milli umræðna en fljótlega mun 9 mánaða uppgjör liggja fyrir og mögulega ný þjóðhagsspá sem ætti að gefa skýrari sýn á mögulega þróun mála á næsta ári. Við áætlunargerðina höfum við fylgt samþykktu verklagi sem í grunninn var mótað árið 2015 en er endurskoðað og yfirfarið árlega og ný markmið sett með tilliti til stöðuna hverju sinni. Einnig er að sjálfsögðu tekið tillit til fjármálareglna sveitarstjórnarlaga sem settar eru fram í 6. grein reglugerðar nr. 502 frá 2012 fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga. Þar segir meðal annars að til að ná markmiðum laga fjárhagslega sjálfbærni og jafnvægi í rekstri skulu sveitarstjórnir tryggja að a. Samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta í reikningsskilum séu á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Þetta skilja nú allir, eða ekki? Náðu þessu ekki alveg. Já, þetta gengur venjulega undir heitinu jafnvægisreglan. Og B. Heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum samkvæmt þeim reikniaðferðum sem lýst í 4. kafla áðurnefndra reglugerðar nr. 502 frá 2012 og er daglega nefnd skuldareglan. Ég hvet bæjarfulltrúa og alla áhugasama fjármál sveitarfélaga til að kynna sér vel þessar reglur og þó að þær hafi tímabundi verið aftengdar vegna heimsfaraldurs COVID-19 höfum við hjá Reykjanesbæ hins vegar valið að líta svo á að þær séu í fullu gildi og við miðum okkar markmið og áætlanir við það. Það þýðir meðal annars að þegar skatttekjur A-hluta ásamt öðrum tekjum B-hluta fyrirtækja hafa verið áætlaðar er gerð krafa að framlegð fyrir fjármagnslið og afskriftir nemi að lágmarki 10% af tekjum í A-hluta og 13% af tekjum í A- og B-hluta og að veltufé frá rekstri sé að lágmarki 9%. Þetta er nauðsynlegt svo rekstur sveitarfélagsins sé sjálfbær og ekki þörf fyrir lántökur nema til fjárfestinga og leið hægt að þjóna þeim skuldum og skuldbindingum sem þegar hvíla á sveitarfélaginu. Eins og komið hefur fram í fréttum síðustu daga eru stór og öflug sveitarfélög í erfiðleikum með að ná endum saman í rekstraráætlunum sínum. Það á einnig við okkur hjá Reykjanesbæ. Og þótt þessi áætlun gerir vissulega ráð fyrir að við verðum réttu megin við núllið. Þótt ástæður þessa séu einhverju leyti staðbundnar og mismunandi
eru samt nokkrar sem að eiga við öll sveitarfélög á landsvísu. Má þar til dæmis nefna vanfjármögnun í málefnum fatlaðra, en sá málaflokkur fluttist frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 og samkvæmt útreikningum Sambands íslenskra sveitarfélaga vantar 15 milljarða inn í málaflokkin í heild hjá sveitarfélögum frá ríkinu. 15 milljarða. Aukin verðbólga hefur einnig sett strik í reikningin hjá skuldsettu sveitarfélögum eins og Reykjanesbæ. Stór óvissu þáttur í starfsemi allra sveitarfélaga snýr að nýjum kjarasamningum og hvaða áhrif þeir muni hafa á reksturinn. Meirihluti skatttekna í A-hluta, eða 54%, fór til greiðslu launa og launatengdra gjalda árið 2021 og 50% hjá samstæðunni. Þetta var árið 2021, sem sagt í fyrra. Í 6 mánaða milliuppgjöri þessa árs 2022 var launahlutfalli óbreytt í A-hluta 54% en talsvert lægra í samstæðunni eða 42%. Auk þessara almennu áskorana stendur Reykjanesbær frammi fyrir gríðarlegri fjölgun íbúa sem kallar á mikla uppbyggingu innviða, svo sem leik- og grunnskóla. Við prófuðum í fyrsta sinn að bjóða út lóðir við úthlutun fyrri hluta Dalshverfis 3 í vor og held ég megi segja og fullyrða að sú tilraun hafi tekist nokkuð vel. Þekkt að sumir lögaðilar sem fengið hafa lóðir hjá sveitarfélaginu gegn aðeins greiðslu gatnagerðargjalda hafi svo selt þær aftur á hærra verði og jafnvel hagnast nokkuð. Með því að sveitarfélagi bjóði þær út á þennan hátt myndast strax markaðsverð sem hingað til hefur gerst á eftirmarkaði. Með þessari leið rennur mismunurinn til sveitarfélagsins og nýtist uppbyggingu innviða. Afsakið. Aðeins rakaskemmdir. Auk áðurnefndra áskorana vil ég nefna fyrirsjáanleg mikil útgjöld vegna nauðsynlegra viðbragða og viðhalds í kjölfar staðfests grunns rakaskemmdir í húsnæði á nokkrum stöðum. Unnið hörðum höndum að sýnatökum og greiningum þar sem grunur hefur vaknað. Ákveðið verklag hefur verið mótað og skráð í gæðakerfi Reykjanesbæjar og þar sem í ljós kemur að grunur rakaskemmdir reynist á rökum reistur strax ráðist í viðgerðir í samráði við færustu sérfræðinga. Sérstök bygginganefnd sem upphaflega var stofnuð til að vinna eingöngu á úrbótum í hinum 70 ára gamla Myllubakkaskóla hefur nú fengið víðtækara verksvið. Henni ætlað að hafa yfirsýn og fjalla öll þessi mál ásamt því sem verkefnastjórn sett á laggirnar á hverjum stað til að tryggja aðkomu stjórnenda þess húsnæðis sem ræðir hverju sinni. Það umhugsunarefni hvers vegna svo mörg mál að koma upp núna, ekki bara í Reykjanesbæ, heldur mun víðar á landinu. Rakaskemmdir myndast á löngum tíma. Ástæður þeirra má að einhverju leyti rekja til ófullnægjandi eftirlits og viðhalds, en ekki síður til hönnunar, vals á byggingarefnum, frágangi framkvæmda, umgengni og margra fleiri þátta. Það eru allir að læra í þessum málum, bæði stjórnendur og starfsmenn og við eigum ýmislegt eftir ólært held ég ennþá í þessu. Aðrar áskoranir og verkefni sem íslensk sveitarfélög standa frammi fyrir eru meðal annars innleiðing og kostnaðarmat á nýjum lögum farsæld barna, breytingar á lögum barnavernd og nýjum lögum sorpflokkun svo dæmi séu tekin. Þessi málaflokkar eru til skoðunar hjá okkur eins og öðrum sveitarfélögum og þótt mikil áhersla sé lögð á að greina og áætla fyrirsjáanlegan kostnað vegna þeirra verður reynslan að leiða í ljós hvort þær áætlanir reynist réttar. Þá mun Reykjanesbær halda áfram þátttöku í samstarfi sveitarfélaga í aukinni sjálfvirknivæðingu og stafrænni þróun með það að markmiði að stytta afgreiðslutíma og veita betri þjónustu. Enn ríkir nokkur óvissa hvað verður þær byggingar og lóðir sem ætlaðar voru annars vegar undir álver og hins vegar kísilver í Helguvík. Mjög mikilvægt að vel takist til að nýta þá fjárfestingu sem í þeim liggur til þess að skapa vel launuð störf í umhverfisvænni nýsköpunarstarfsemi sem vonandi kallar á aukna tekjugefandi skipaumferð Helguvíkurhöfn. Til að svo megi verða þarf meðal annars að leysa úr ágreiningi sem staðið hefur í vegi fyrir uppbyggingu Suðurnesjalínu 2.
Þá verður áfram unnið að uppbyggingu í Njarðvíkurhöfn og miklar vonir eru bundnar við niðurstöðu samvinnu Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Isavia og Kadeco fyrirhugaða skipulagsáætlun og uppbyggingu á því svæði sem að nefnt hefur verið nær svæði Keflavíkurflugvallar. Áætlanir gera ráð fyrir að niðurstöður þeirra vinnu verði kynntar í upphafi nýs árs. Í samvinnu við ríkið verður áfram unnið að undirbúningi byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar í Innri-Njarðvík og 9 hjúkrunarheimili við Nesvelli. Bæði þessi verkefni hafa dregist nokkuð af ástæðum sem ekki verða raktar hér, en vonir standa til að úr leysist á næstu vikum. Og við sáum í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs áðan að það var verið að vinna að deiliskipulagi fyrir nýja heilsugæslustöð Innri-Njarðvík sem vel. Og áfram verður unnið að margvíslegum verkefnum sem ætlað að auka sjálfbærni í anda samþykktar á loftslagsstefnu Reykjanesbæjar og má það nefna orkuskipti í samgöngum og úrbætur í fráveitumálum. Uppbygging leik- og grunnskóla, nokkur orð það. Vegna gríðarlegrar áðurnefndrar fólksfjölgunar undanfarinna ára höfum við átt í fullu fangi með að útvega nægan fjölda leikskólaplássa til að geta staðið við núverandi viðmið inntöku barna við 24 mánaða aldur. Ekki hefur gengið vel að fjölga plássum nógu hratt til að geta lækkað inntökualdur í 18, hvað þá í 12 mánaða aldur, en að því vissulega áfram stefnt. Til að koma til móts við þau markmið hefur niðurgreiðsla til dagforeldra vegna barna sem eru 18 mánaða og eldri verið aukin, svo nú greiða foreldrar og forráðamenn jafn hátt gjald og væru börnin á leikskóla. Framkvæmdi við 3. og síðasta hluta Stapaskóla, leikskólahlutan, hefjast þegar núverandi byggingu íþróttahús og sundlauga lýkur. Þá gert ráð fyrir að nýr leikskóli rísi í Dalshverfi 3 og framkvæmdi við leikskóla í Hlíðahverfi hefjist af fullum krafti á nýju ári í samvinnu við verktakana sem að halda á landinu og að byggja upp hverfið. Ljóst að með áframhaldandi hraðri fjölgun íbúa þarf á næstu árum að byggja 2 nýja grunnskóla. Þeim ætlaður staður annars vegar á Ásbrú og hins vegar í Hlíðahverfi. Óformleg samtöl við skólayfirvöld Fjölbrautaskóla Suðurnesja hafa leitt í ljós áform skólans áframhaldandi vöxt á núverandi stað og þau samtöl hafa ekki aukið líkur á að hægt verði að nýta það húsnæði sem Fjölbrautaskólinn í dag fyrir grunnskóla. Nokkur orð menningamál. Á þessu ári kom út 4. og síðasta bindi í sögu Keflavíkur. Þar með hefur saga allra sveitarfélaganna 3 sem sameinuðust í Reykjanesbæ árið 1994, það Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna, verið rituð og líklega langt í að hafist verði handa við að rita sögu Reykjanesbæjar. Og aðeins bara til að útskýra þessa fullyrðingu mína að þá almennt í þessum söguritunarfræðum talið óheppilegt að rita söguna á meðan einhverjir af þeim sem hafa lifað þann kafla sem verið að skrifa hverju sinni eru enn á lífi. Það yfirleitt gert þegar lengra liðið og svona stóra myndin, svona ríki farið að setjast og stóra myndin svona farin að skýrast betur þegar horft er tilbaka. En til þess að þetta sé hægt, þá þurfum við að búa vel að byggðasafninu okkar og gera starfsfólki kleift að varðveita söguna í formi muna og minja. Í því skyni liggur nú fyrir minnisblað æskilega uppbyggingu, varðveislu og geymsluhúsnæðis fyrir söfn og menningarstofnanir Reykjanesbæjar, en núverandi varðveisluhúsnæði ramma að mörgu leyti óhentugt og ófullnægjandi. Þá hefur margra áratuga vandræðagangi sem snýr að uppbyggingu og varðveislu Vatnsneshússins verið komið í góðan farveg í samstarfi sveitarfélagsins og einkaaðila og ljóst að ef þau áform sem nú unnið að ganga eftir, þá verður húsið umhverfið þess mikil prýði fyrir svæðið og sveitarfélagið í heild. Þessa dagana að hefjast vinna í samvinnu við íþróttahreyfinguna við endurskoðun á áður samþykktar áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja. Fyrsta skrefið var tekið þegar nýr æfingavöllur með gervigrasi vestan Reykjaneshallar var tekin í notkun og ásamt inniæfingaaðstöðu fyrir Golfklúbb Suðurnesja og Bortennisfélag Reykjanesbæjar árið 2021. Þegar nýtt íþróttahús við Stapaskóla í Innri-Njarðvík verður tekið í notkun fær körfuknattleiksdeild UMFN nýtt heimili og heimavöll.
Þá má gera ráð fyrir að næst verði lögð áhersla á að bæta aðstöðu knattspyrnudeildana sem og fimleikadeildarinnar. Nokkur orð Ráðhúsið. Eins og framkom hér að framan eitt af B-hlutafyrirtækjum sveitarfélagsins fasteignafélagið Tjarnargata 12. Hlutverk þess að halda utan rekstur Ráðhússins við Tjarnargötu og var félagið upphaflega stofnað þegar í húsinu voru starfandi, auk Reykjanesbæjar, sparisjóður og lífeyrissjóður. Mjög var vandað til byggingar og hönnunar og byggingar hússins í upphafi fyrir rúmum 30 árum, 35 árum og það heilt yfir í mjög góðu ástandi. Þó nauðsynlegt að uppfæra innra skipulag og aðlaga að fjölbreyttu og vaxandi hlutverki sveitarfélagsins, nútímalegu vinnuaðstæðum fyrir starfsfólk og umhverfi sem mæti þörfum í íbúa þegar þeir leita eftir þjónustu sveitarfélagsins. Í gegnum árin hafa verið gerðar ýmsar breytingar á innra skipulagi í húsinu án þess að gengið hafi verið alla leið, svo sem að breyta loftræstingu og lögnum. Því nú í undirbúningi fyrsti áfangi í uppfærslu Ráðhússins, en stefnan að Ráðhús Reykjanesbæjar verði áfram við Tjarnargötuna en að bókasafnið okkar fái hins vegar annað og hentugra húsnæði í framtíðinni. Heimsfaraldur COVID-19 hefur kennt okkur margt og í raun flýtt fram þróun í notkun hópvinnukerfa og fjarfunda. Því má búast við að áhersla á fjarvinnu og breytta vinnutilhögun aukist sem aftur kallar á margvíslegar breytingar á fyrri starfsaðferðum og verklagi. Auk þess munu utanaðkomandi kröfur í nýjum lögum, aukin nýsköpun í þjónustu og stafrænni þróun og breyttar væntingar íbúa kalla á mikla endur- og símenntun starfsfólks í öllu stjórnkerfinu. Framkvæmdastjórn Reykjanesbæjar, sem samanstendur af sviðsstjórum og bæjarstjóra, sífellt að skoða hvort og þá hvernig megi auka skilvirkni og gera betur. Í því skyni erum við þessa dagana að velta fyrir okkur innra skipulagi stjórnsýslunar og hvort það skipurit sem í gildi styðji nægilega vel við meginstefnu Reykjanesbæjar sem ber yfirskriftina í krafti fjölbreytileikans. Þegar hafa verið teknar ákvarðanir að framlengja ekki tímabundna ráðningarsamninga, til dæmis við verkefnastjóra lýðheilsumála og barnvæns sveitarfélags, en koma verkefnum þeirra fyrir annar staðar í stjórnkerfinu. Fleiri breytingar á svipuðum toga gætu átt eftir að líta dagsins ljós á næstu vikum og mánuðum. Starfsáætlanir einstakra stofnana og sviða eru í vinnslu og hef ég óskað eftir við stjórnendur að í þeim verði leitast við að skilgreina hvað telst árangur í starfseminni ásamt tillögum hvernig hægt sé að mæla þann sama árangur. Sama á við starf bæjarstjóra og ég óska hér með eftir því að bæjarfulltrúar velti fyrir sér hvernig skilgreina megi árangur í starfi bæjarstjórnar og setja fram tillögur á mælikvörðum í þeim efnum. Nokkur orð þróunar og þéttingasvæði, held ég að það sé kallað. Reiknaði með að framkvæmdir á einhverjum af þeim þróunar og þéttingasvæðum sem skilgreint hafi verið hefjist á komandi ári. Má það nefna framkvæmdir við Njarðvíkurhöfn, í Grófinni 2, Hafnargötu 12, áform hótel og líkamsræktarstöð á Fitjum, áform byggingu umfangsmikils nýs verslunarhúsnæðis við Fitjabraut, íbúðir á Vatnsnesi og fleira. Það varla hægt að fjalla horfur í starfsemi Reykjanesbæjar án þess að minnast á áhrif flóttafólks á bæjarbraginn, en Reykjanesbæjar eitt örfárra sveitarfélaga sem hefur í 18 ár eða síðan árið 2004 tekið á móti umsækjendum alþjóðlega vernd. Ætlunin að halda sérstakan upplýsingafund fyrir íbúa þennan málaflokk á næstu vikum, en ljóst að þetta mikilvæga samfélagsverkefni reynir verulega á allt kerfið og samfélagið í heild. Vil ég nota þetta tækifæri og þakka öllu starfsfólki sem að þessu verkefni kemur víðs vegar í kerfinu okkar fyrir þeirra mikla framlag og aðlögunarhæfni. Að lokum vil ég nefna mjög spennandi verkefni í almenningssamgöngum sem ætlunin að ráðast í á komandi ári, þegar verktakinn tekur annars vegar í notkun rafmagnsstrætóa og hins vegar minni bíla sem hægt verður að panta utan venjulegs aksturstíma strætós. Í tengslum við það ætlunin að tengja kerfið við flugstöð Leifs Eiríkssonar sem að mikið hefur verið kallað eftir. Nú að þessu öllu sögðu þá ætla ég að fara yfir helstu forsendur og stærðir í tillögu af fjárheimildum næsta árs og 3 ára áætlun 2024 til 2026
en minni á að gera megi ráð fyrir að breytingar verði á þessum tölum milli umræðna og að vinnan heldur áfram í bæjarráði. Ég þarf að bara skipta hérna tölvu, forseti. Og þá ætla ég að opna hér skjalið sem að bæjarfulltrúar eru með í gögnunum og byrja á því að fara hérna yfir forsenduskjalið eða forsendurnar sem eru á blaðsíðu 3, en það eru dálkar, það er sem sagt útkomuspá fyrir 2022 í fyrsta dálki, svo er það fjárheimildir næsta árs 2023 og svo 3 ára áætlun 2024, 2025 og 2026. Og ef við tölum bara fyrst fjárheimild næsta ár 2023, þá erum við að gera ráð fyrir að íbúafjölgun haldi áfram og verði 2,3% á því ári og síðan 2,7 24, 2,7 25 og 2,8% 26. Og íbúar verði þá orðnir 24.275 í lok árs 2026. Við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi svona festist í því sem er í rauninni ekkert atvinnuleysi sem er 3%. Það er 7% að jafna í dag. Við spáum því að það veri 4%, eða höfum fengið það spá að veri 4% á næsta ári og svo 3% 24, 3% 25 og 3% 26. Aldurssamsetning íbúa, hún verði óbreytt. Útsvarshlutfall verði áfram og þetta áætlunartímabil 14,52%. Fasteignaskattar, þeir lækka eða álagningarhlutfall fasteignaskatta lækkar á næsta ári 2023 úr 0,3 á A-flokk íbúðarhúsnæðis sem er í dag 0,3% af fasteignamati, fer niður í 0,25%. B-hluti sem er opinberar byggingar verður áfram 1,32% og C-flokkur atvinnuhúsnæðis álagningarstöðullinn lækki úr 1,5% í 1,45% á næsta ári og haldist svo óbreytt. Nú gatnagerðargjöld, við gerum ráð fyrir að tekjur af gatnagerðargjöldum nemi 500 milljón krónum á næsta ári og þau fara öll í fjárfestingar í gatnakerfinu okkar og launavísitala verði samkvæmt þjóðhagsspá 5% á næsta ári, 4,6% 2024, 4,2% 2025 og 4,1% 2026 og að neysluvísitala samkvæmt þjóðhagsspá verði 4,9% á næsta ári, 3,3% 2024, 2,6% 2025 og 2,5% 2026. Nú, ef við tölum framlög jöfnunarsjóðs, þá eins og þið viti ágætu bæjarfulltrúar, þá er erfitt að spá mjög nákvæmlega til það, þannig að við áætlum það frekar varlega og ég fer betur yfir þá eftir. Og neysluvísitala samkvæmt þjóðhagsspá, ég er búinn að fara yfir hana, hvernig hún verður. Aðrar tekjur óreglulegi liðir, gjaldskrár, við erum að gera ráð fyrir að hækka gjaldskrá að jafnaði 7% á næsta ári til að halda í við verðbólgu og breytingar á þessu ári og því næsta. Og en að það vonandi síðan tekst mönnum að vinna á þessari verðbólgu þannig að við getum haldið okkur við að leiðrétta gjaldskrána sem nemur verðbólgunni sem vonandi minnkar en ekki meira en það. Þurfum ekki að hækka það meira en það. Nú kjarasamningar eins og framkom hér í máli mínu áðan eru lausir núna og næsta ári og við horfum til þeirra náttúrulega og vitum ekki alveg hvað þeir munu bera í skauti sér. Stöðugildafjöldi hjá okkur, við vitum að við þurfum að fjölga stöðugildum á næsta ári vegna íþróttamannvirkis við Stapárskóla og mögulega í þessu húsnæði við Stapavelli. Þannig að við erum að skoða það núna. Við erum með almennar
hagræðingaraðgerðir á öllu kerfinu þrátt fyrir fyrirsjáanlega aukin starfsmannafjölda og það kemur meðal annars fram við því að í þessari verðbólgu sem að nú hefur ríkt að þá hafa rammarnir hins vegar ekki verið stækkaðir sem að sviðsstjórar og þeirra næstráðendur hafa úr að vinna. Þannig að í raun má segja að hagræðingin núna sé svona sem nemur verðbólgunni, einhvers staðar á milli 8 og 9%. Fjármagnsliðir, þeir eru bara áætlaðir samkvæmt lánasamningum og fjárfestingar í gatnagerð eins og ég sagði áðan eru áætlaðar 500 milljónir á ári. Í eignasjóði þá erum við að gera ráð fyrir grunnfjárfestingu upp á 500 milljónir á ári en í skólum erum við áætlað rúma 3,3 milljarða á næsta ári sem eru 1250 milljónir í ár, 3,3 milljarðar á næsta ári, 2,1 milljarður 24, 1600 milljónir 25 og 1 milljarður 26. Reykjaneshöfn með áðurnefnda framkvæmdir 45 milljónir á þessu ári, 343 milljónir á næsta ári, 157 milljónir 24, 80 milljónir 25 og 72 milljónir 26. HS Veitur er að fjárfesta og það er bara í samræmi við áætlun sem við eigum eftir að fá frá þeim nákvæmlega. En það skal tekið fram að HS Veitur ágæta félag stendur vel og hefur hingað til geta staðið undir sínu fjárfestingum sjálft. Nú fráveitan, við erum að gera ráð fyrir 150 milljón króna fjárfestingu á næsta ári og á ári næstu 3 ár þar á eftir. Það kom fram hér á fundinum áðan, bæjarstjórnarfundinum, að við erum að skoða ákveðnar leiðir til þess að leysa úr og bæta fráveitumálin hjá okkur á ódýrari hátt heldur en kannski áður var verið að horfa til. Nú að lokum þá aðeins nýja lántökur. Við erum að gera ráð fyrir að taka lán á árinu 2024 upp á 1400 milljónir og 550 milljónir 2025, það er það sem við sjáum í spilunum núna til þess að geta staðið undir þessu fjárfestingu sem hér hafa verið nefndar og að við borgum af langtímaskuldum bara í samræmi við gildandi lánasamninga og leigusamninga. Við erum ennþá með nokkra leigusamninga í gangi og við munum bara þjóna þeim eins og þeir gera ráð fyrir og lífeyrisskuldbindingar eru reiknaðar út einu sinni á ári af þessum örfáu sérfræðingum sem eru til í landinu í þeim málum og við áætlum bara að það verði svona innan þeirra marka sem við höfum átt að venjast og síðan gerum við ráð fyrir að fá vegna lækkunar hlutafjárs á HS Veitum eins og gert hefur verið undanfarin ár 500 milljónir á næsta ári í tekjur. Þá hefst nú sagan. Fyrirgefðu. Þá ætla ég fyrst að tala fjárheimildir næsta árs, 2023 og núna hér í samstæðunni sem á blaðsíðu 5 að við erum að gera ráð fyrir að tekjur á næsta ári í samstæðunni verði 32,5 milljarðar króna og að rekstrargjöld verði 25,7 milljarðar. Þannig að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir verði 6,8 milljarðar tæplega og rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda verði 4,6 milljarðar. Að teknu tilliti til fjármagnstekna og gjalda að þá erum við að gera ráð fyrir að samstæða Reykjanesbæjar A og B-hluta verði rekin með 925 milljóna króna afgangi á næsta ári og 3 ára áætlun þar á eftir gerir ráð fyrir að árinu 2024 verði rekstrarniðurstaða 1,4 milljarðar, 2025 1,9 milljarðar og 2026 2,2 milljarðar. Svo ég lesi nú bara niðurstöðutölurnar í 3 ára áætlunni.
Ég ætla ekki að fara hérna yfir efnahagsreikningin, en mér langar að bara fara hérna aðeins í sjóðstreymið. Ef við skoðum hérna 2023, þetta er á blaðsíðu 8, þar sem þið sjáið það sem heitir veltufé frá rekstri, sem er fyrsta samantekna talan. Þá gerum við ráð fyrir að þetta verði 5,3, að veltufé frá rekstri verði 5,3 milljarðar á næsta ári og 5,4 tæpir á árunni 2024, 6 milljarðar 2025 og 6,5 milljarðar 2026. Og þetta er ein lykilstærðin sem við erum að horfa til. Það þarf að vera yfir 10% í A-hluta bæjarsjóðs og er það vissulega hér og mun meira í samstæðunni líka. Þá ætla ég aðeins að renna yfir sveitasjóðin eða A-hlutan. Árunni 2023 erum við að gera ráð fyrir að tekjur sveitasjóðs, A-hluta bæjarsjóðs verði 21,1 milljarður og skiptast þannig að 16 milljarðar rúmir komi inn í gegnum útsvar og fasteignaskatt, 2,7 í gegnum framlög jöfnunarsjóðs sem er svona frekar varlega áætlað höldum við eða alveg viðbúið að verði hærri en við þorum ekki að áætla það, og aðrar tekjur sem eru þá þjónustutekjur víðsvegar úr kerfinu séu nemi 2,3 milljörðum. Heildartekjur á árinu 2024 verða 22,2 milljarðar, 23,4 milljarðar 2025 og 24,5 milljarðar 2026. Rekstrargjöld sem eru þá laun og launatengd gjöld, lífeyrisskuldbindinga, breyting á þeim og svo annar rekstrakostnaður. Við erum að gera ráð fyrir að næsta árið þá nemi gjöldin 8,8 milljörðum og að rekstrarniðurstaðan verði fyrir afskriftir verði 2,3 milljarðar. Að teknu tilliti til afskrifta þá verði þetta 1493 milljónir og að teknu tilliti til fjármagnsgjalda aðalega, eða teknogjalda, þetta eru fyrst og fremst gjöld, og þá verði endanlega rekstrarniðurstaða A-hluta bæjarsjóðs 233 milljónir í plús. Og ef ég fer yfir 3 ára áætlunina, þá er árinu 2024 gert ráð fyrir að bæjarsjóður hafi 22,2 milljarða í tekjur, 19,6 milljarða í útgjöld og teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsgjalda að þá verði rekstrarniðurstaða 534 milljónir árinu 2024, 899 milljónir 2025 og 1113 milljónir 2026. Og ef við förum aftur í sjóðstreymi bæjarsjóðs eða sveitasjóðs, eins og það heitir hér í skjalinu, að veltufé frá rekstri, þetta sem þarf að vera 10% eða meira. Við erum rétt rúmlega 10% í þessari lykilstærð. Við erum með 2,1 milljarð í áætlun veltufé frá rekstri á næsta ári og 2,1 milljarð 24, 2,5 milljarð 25 og 2,8 milljarð að tæpa 2026. Og síðan fylgir með í þessu skjali frá blaðsíðu 13 og til loka málaflokka yfirlit sem að ég vil hvetja bæjarfulltrúa til þess að skoða vel. Þarna má sjá ýmislegt sem að snýra þessum rekstur okkar, hvernig þetta skiptist bæði á liði og málaflokka líka. Og það er mikið af upplýsingum og mikið af gögnum sem að ég hvet bæjarfulltrúa til þess að rýna vel og lesa, og við munum svo vinna með þetta allt saman í bæjarráði á milli, en allar hugmyndir og tillögur vel þegnar það sem á að gera betur og bæta. Nú að lokum, virðulegu forseti, þá ætla ég að fá bara að ég ætla bara að taka þetta saman að því við sendum frá okkur eins og venjulega, við höfum alltaf gert það og munum gera það núna, fréttatilkynningu til fjölmiðla fjárhagsáætlunina og ég er að leita henni hérna.
Svona. Og með leyfi forseta fá bara að renna yfir hana. Fréttatilkynning, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2023 til 2026, fyrri umræða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar, forsendur fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar fyrir árið 2023 til og með 2026 er að mestu leyti byggðar á þjóðhagsspá Hagstofu sem gefin var út í júní á þessu ári. Drög að fjárhagsáætlun var lögð fyrir bæjarráðsfund þann 10. nóvember sem vísað var til fyrri umræðu á bæjarstjórn á fundi 15. nóvember, þar að segja í dag. Gera þau drög ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu í A-hluta sem nemur 233 milljónum króna og í samstæðu A- og B-hluta 925 milljónum króna. Helstu niðurstöður draga af fjárheimildum ársins 2023 eru að tekjur A- og B-hluta verði 32,5 milljarður, að tekjur bæjarsjóðs verði 21,1 milljarður, að gjöld samstæðuna verði 25,7 milljarðar, að gjöld bæjarsjóðs verði 18,8 milljarðar, að framlegð samstæða A- og B-hluta verði 6,8 milljarðar, að framlegð bæjarsjóðs A-hluta verði 2,3 milljarðar, að afskriftir samstæða A- og B-hluta verði 2,2 milljarðar og afskriftir bæjarsjóðs verði 806 milljónir, að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta samstæðunar verði á næsta ári 925 milljónir og að rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs verði 233 milljónir. Eignir samstæðunar í lok árs 2023 eru metnar á 78,4 milljarða og eignir bæjarsjóðs eru metnar á 41,5 milljarða. Skuldur og skuldbindingar samstæðu í lok árs 2023 eru 47,5 milljarðar og skuldur og skuldbindingar bæjarsjóðs í lok árs 2023 verði 28,5 milljarður. Veltufé frá rekstri samstæðunar árið 2023 verði 5,3 milljarðar og veltufé frá rekstri bæjarsjóðs verði á næsta ári verði 2,1 milljarður. Áætlað skuldaviðmið samstæðunar verði 113,9% í árslok og áætlað skuldaviðmið bæjarsjóðs verði 106,6% í árslok og framlegð bæjarsjóðs verði 10,9% og framlegð samstæðunar 20,9%. Og fjárfestingar á árinu 2023, ég er alveg að vera búinn, Fosti. Gert er ráð fyrir að grunnfjárfesting eignasjóðs verði 500 milljón krónur, en þar er gert ráð fyrir 300 milljón krónur sem fara í framkvæmdir við Holtaskóla og 200 milljón krónur sem fara í áframhaldandi uppbyggingu heilsustíga, rafhleðslustöðvar, vakturn í Sundmiðstöð og fleiri verkefni. Gert er ráð fyrir að árinu 2023 að ljúka við íþrótta- og Sundmiðstöð við Stapaskóla sem hófst á árinu 2021 fyrir 1550 milljónir króna, endurbygging á Myllubakkaskóla sem mun kosta í kringum 3,5 milljarð króna og á árinu 2023 mun Reykjanesbær framkvæma fyrir 1 milljarð króna og ráðist verði í byggingu í leikskóla í Dalskörði 3 sem tilbúin verður á árinu 2023 til að taka á móti 50 börnum á haustönn og við erum áætlað að setja 800 milljónir í þetta. Og gert er ráð fyrir að grunnfjárfesting fráveitunar verði 150 milljón krónur á ári, fjárfesting Reykjaneshafnar vegna verkefna í Njarðvíkurhöfn 343 milljónir króna og framkvæmdir Tjarnargötu 12 ráðhús verði 160 milljónir króna. Helstu áherslur 2023, mikið fjármagn er ráðgert í innviðauppbyggingu þar sem endurbygging á skóla, nýr leikskóli og íþrótta- og sundmiðstöð eru stór og fjárfrek fjárfestingaverkefni á árinu 2023. Ráðgert er að 3,3 milljarðar 350 milljón króna fari í þessa fjárfestingar á árinu án þess að fjármagna þær með lántöku. Eins er gert ráð fyrir endurbygging á Holtaskóla fyrir 300 milljónir. Í áætlun var gert ráð fyrir 7% hækkun á gjaldskrá að hámarki og að álagningarhlutfall fasteignaskatts var lækkað á íbúðarhúsnæði úr 0,3% í 0,25% og á atvinnuhúsnæði úr 1,5% í 1,45% sem bæjarstjórn hefur staðfest að muni gilda á árinu 2023. Nánar upplýsingar veitir undirritaður sem er sá sem hér stendur og þetta munum við senda frá okkur núna að loknum þessum fundi. Að þessu sögðu, virðulegur forseti, þá er ég tilbúin til að svara spurningum og fjármálastjóri er hér líka í salnum og við getum svara spurningum ef einhverjar eru.
En að öðru leyti þá gerir ráð fyrir að þessu verði vísað til afgreiðslu á næsta fundi bæjarstjórnar þann 7. desember. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kjartan Már. Löng en þörf lesning. Eru fleiri sem vilja bæjarfulltrúi Valgerður Pálsdóttir? Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir skilmerkilega yfirferð. Ég ætla ekki að eyða mínum tíma í að fjalla sama efni. Lýsi þó yfir ánægju með áætlun bæjarfélagsins til næstu 3 ára þar sem aðalfókusin núna á fjárheimildirnar fyrir 2023. Ég stolt af því að við forgangsröðum í takt við stefnu áherslur grunnstefnu Reykjanesbæjar þar sem börnin eru mikilvægust. Mig langar að segja ykkur aðeins frá því, frá upplifun minni sem nýr bæjarfulltrúi af fjárhagsáætlunarvinnunni undanfarna mánuði. Fyrir tiltölulega unga mannesku, allavega á þessum vettvangi, með ekki svo djúpa fjármálaþekkingu en þó einhverjar háskólagráður ferlið frekar flókið. Sérstaklega þar sem mikið flókin hugtök og alls konar reglur og viðmið sem þarf að kynna sér. Eftir mikla nákvæmnisvinnu og mjög margar heimskulega spurningar frá mér til fjármálastjóra og bæjarstjóra málið þó alltaf skýrast. Það hefur verið mjög lærdómsríkt ferli að taka þátt í fjárhagsáætlunarvinnu 4. stærsta sveitarfélags landsins og verði að segja að aðferðafræðin og vinnuferlið sem hefur verið hannað af embættismönnum og kjörnum fulltrúum bara mjög vandað. Ég vil í því skyni koma áleiðis þökkum til fjármálastjóra bæjarins fyrir þolinmæðina og góða upplýsingagjöf og ráðgjöf, einnig sviðsstjórum og stjórnendum fyrir þeirra miklu vinnu. Nú það okkar í pólitíkinni að koma öllum þessum óaðgengilegu upplýsingum sem finna má í áætluninni til skila til almennings á mannamáli. Með óaðgengilegum upplýsingum á ég ekki við að það sé svo erfitt að finna þær eða lesa þær, en ég leyfi mér að efast að fjármálalæsi hins almenna borgara sé á þá leið að auðvelt sé að gera sér grein fyrir fjárheimildum innan allra sviða og stofnana, eða skilja af hverju EBITDA þarf að vera 10%, hvað veltufé frá rekstri þýðir og svo framvegis. En þá ég ekki kannski heldur að segja að íbúar okkar verði að skilja þetta allt, en mér finnst samt mikilvægt að við kjörnir fulltrúa gerum okkar besta til að miðla og útskýra fyrir íbúum hvernig við skiptum útsvarinu þeirra niður á mismunandi verkefni. Þannig hafa þau kannski aðeins betri yfirsýn yfir heildarsamhengi sem við erum að vinna með, af því að það eru auðvitað fullt af verkefnum og uppbyggingu sem okkur langar að fara í, en við eigum hreinlega ekki pening fyrir því og það kostar mjög mikið að skulda ef við viljum taka lán. Þessi brýning mín á svo sem kannski betur við eftir nokkra vikur þegar við förum í aðra umræðu fjárhagsáætlun, þegar tölur allra sviða og stofnana verða alveg tilbúnar, en þá muni fjalla skiptingu fjárheimilda ársins 2023 efnislega. En það svo sem ágætt að minna okkur öll á ábyrgð okkar gagnvart íbúum bæjarins þegar kemur að gagnsærri upplýsingamiðlun. Það mikilvægt að íbúar Reykjanesbæjar hafi góða lýðræðisvitund því við kjörnir fulltrúar vitum ekki allt best og það þarf að vera auðvelt fyrir íbúa að kynna sér mál og koma málum á framfæri við yfirvöld. Meðan við tölur kjörsókn í síðustu sveitarstjórnarkosningum sem var mjög léleg hér á landsvísu, verðum við að taka þetta verkefni alvarlega. Takk. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Helga Oddsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og kæru gestir. Mig langar með leyfi forseta að lesa hérna upp bókun Sjálfstæðisflokksins í tilefni þessarar fyrirlagningar og fyrstu umræðu fjárhagsáætlun 2023. Sjálfstæðisflokkurinn vekur athygli á því að í forsendum og markmiðum fjárhagsáætlunar 2023 gert ráð fyrir að útsvar hækki 23%, tekjur af lóðarleigu 28% og fasteignaskattar 19%, þrátt fyrir að álagningarhlutfall fasteignaskatts sé lækkað. Einnig gert ráð fyrir að launakostnaður hækki 5% á milli ára og að stöðugildum fjölgi 15%. Mikil óvissa meðal annars vegna kjarasamninga og vekur Sjálfstæðisflokkurinn athygli á því að launakostnaður hefur aukist hjá Reykjanesbæ 65% frá árinu 2018.
Starfsmannafjöldi Reykjanesbæjar hefur aukist 31% á þessum tíma, á meðan fjölgun íbúa nam 18% á sama tímabili. Miðað við ofangreinda þróun telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að farið sé vel í saumana á öllum útgjaldaliðum, sér í lagi stöðugildafjölda og hækkun launakostnaðar. Í ljósi þess telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að skoða allan rekstrar- og launakostnað á síðasta kjörtímabili og hvernig hann hefur skilað sér í betri þjónustu við íbúa. Í samanburði við sambærileg sveitarfélög er framlag okkar til menningarmála töluvert hærra miðað við tekjur en í öðrum málaflokkum. Við erum sem sagt að leggja meira til menningarmála sem hlutfall af tekjum en þau sveitarfélög sem við berum okkur saman við. Að undanskildu Akureyri sem er með menningarhúsið Hof. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að öflugt menningarlíf sé í sveitarfélaginu en að ávallt sé þess gætt að fjármunum sé varið á sem bestan hátt. Því teljum við eðlilegt að kostnaður við málaflokkin sé skoðaður í heild sinni og þeir möguleikar sem eru til hagræðingar. Til dæmis má skoða hvort að hljómahöllin sem við stöndum hér í verði færð yfir í einkarekstur með stuðningi sveitarfélagsins og auk þess þarf að skoða rekstur tónlistarskólans sem tilheyrir fræðslumálum þannig að hann endurspegli raunverulegan kostnað svo sem húsnæðiskostnað. Leggja þarf aukna áherslu á að verkefni sem er ekki lögbundin í starfsemi sveitarfélagsins séu gerð upp með skýrum hætti og að ávallt sé lagt mat á hagkvæmni þeirra þegar áframhaldandi stuðningur við þau er ákveðinn. Sjálfstæðisflokkurinn sér ástæðu til að ítreka áætlaða hækkun útsvars 23%, hækkun tekna af lóðarleigu 28% og hækkun fasteignaskatta 19% á árinu 2023. Þrátt fyrir þessa miklu hækkun skatta hjá sveitarfélaginu er ekki verið að auka þjónustu við íbúa, heldur er ljóst að niðurskurðar er þörf. Slíkur rekstur getur ekki verið sjálfbær til lengdar. Og undir þetta skrifum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls undir fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar, bæjarfulltrúi umbótar. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Kjartan kom að orði áðan fyrir bæjarstjóri að því að allar góður hugmyndir væru vel þegnar og umbót hefur einmitt verið legið svolítið undir feld með það, hvernig má bæta stöðuna. Og okkur langar að koma með nokkrar hugmyndir sem snúa að lækkun kostnaðar eða aukningu tekna Reykjanesbæjar. Við myndum gjarnan vilja skoða þá hugmynd frekar sem hefur komið áður fram að tekjutengja leikskólagjöld. Þannig væru þeir sem hafa hvað hæst laun að greiða til dæmis 4.000 til 6.000 krónum meira en þeir sem hafa hvað lægst laun. Hægt væri að hafa viðmið við til dæmis 1 milljón króna launa samantekna eða nota önnur viðmið er hentugri væru. Þetta fyrirkomulag tíðkast víða á Norðurlöndum nú þegar. Umbót leggur einnig til að tvisvar á ári sé send valkvæð krafa í heimabanka hjá foreldrum grunnskólabarna fyrir ritfangagjald. Það er ekki lögbundin krafa sveitarfélags að útvega ritföng en vissulega er fyrirkomulagið mun þægilegra fyrir bæði foreldra, kennara og börn. Upphæðin þarf ekki að vera há og þær kröfur sem ekki eru greiddar falli sjálfkrafa niður eftir 45 daga. Kæmi þetta á móti kostnaði skólana við kaup á ritföngum sem bærinn greiðir nú þegar. Hitt sem við viljum koma inn á og umbót setur spurningamerki við er hvort hægt sé að halda uppi þeirri þjónustu sem þörf er á í Reykjanesbæ vegna fjárhagsskorts. Í nýjum og jafnvel grónum hverfum sem stækka umtalsvert hefur bæjarfélagið ekki náð að láta lögbundan þjónustu sem og uppbyggingu leikskóla fylgja í takt við öra uppbyggingu hverfa. Framtíðarsýnar er þörf, rammasamningur ríkis og sveitarfélaga sem gerir ráð fyrir 35.000 nýjum íbúðum á næsta áratug hefur kallað á skoðun nýrra lausna.
Þegar kemur á úthlutun lóða þarf að tryggja fjármögnun við uppbyggingu innviða í nýjum hverfum á borð við leikskóla, skóla og íþróttamannvirkja. Nefna má að í Mosfellsbæ hafa uppbyggingarsamningar eða byggingarréttargjöld aukið verulega tekjur Mosfellsbæjar af lóðarsölu. Nýlega hefur Mosfellsbær gert samning byggingu 3.500 nýrra íbúða á 20 ára tímabili. Sá uppbyggingarsamningur skilar byggingarréttargjaldi sem næmi milljarði og framlagi til byggingar íþróttamannvirkja sem einnig næmi milljarði. Ef ekki verður skoða ítarlega að taka upp innviðagjald sem hjálpa til við að byggja upp innviði sem eru nauðsynlegir í hverju hverfi, verður uppbygging Reykjanesbæjar ekki sjálfbær og endar í stórum mínus. Ég bið að þetta verði bókað. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta. Biðst afsökunar, ég sá ekki spjaldið þitt. Þetta var bæjarfulltrúi Rannveig Erla Guðlaugsdóttir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, ég vil ætla að byrja því að þakka Kjartani fyrir yfirferðina og leiðinótt að það ekki verið að þakka starfsfólki og fjármálastofa sérstaklega og hans fólki fyrir frábæra vinnu undanfarna mánuði. Þetta er stórt mál að gera fjárhagsáætlun og ekki einfalt að koma sér heim og saman. Þetta er gríðarlega mikil vinna og vil ég sérstaklega þakka kannski fyrir veitta aðstoð þegar við höfum verið að kalla eftir upplýsingum, bæjarfulltrúar og smásmögulegum svörum að við fengi allt sem við þurft að fá. Mér langar að nefna nokkur atriði sem ég er mjög stoltur af og vil segja kannski fyrst að þetta eru drög að fjárhagsáætlun, væntanlega eru einhverjar breytingar á henni á milli umræðuna og ég þykist nokkuð vissum að við munum gera það að komi tillögur breytingar sem er kannski ekki alveg tímabært að segja frá núna. En í fyrsta lagi þá finnst mér það til fyrirmyndar að Reykjanesbær ætlar að framkvæma fyrir 4,5 milljarða næsta ári og við skulum ekki taka lán. Við höfum séð fjárhagsáætlanir eða drög að fjárhagsáætlun laða fram hjá öðrum sveitarfélögum og það eru allir að taka lán, öll stóru sveitarfélögin. Þetta er virkilega til fyrirmyndar og eftir er tekið og er ég sérlega stoltur af því. Enda skuldaviðmiðin okkar 106% í bæjarsjóði og 113% í samstöðu er frábær staða eftir 2 gríðarlega erfið ár sem er COVID. COVID-árun kostuðu okkur gríðarlega mikið og er ég mjög stoltur af þessu að við getum haldið í horfinu og lækkað. Enda tókum við inn í, eins og Kjartan nefndi hérna áðan, þá erum við að taka núna inn hlutfallslega B-hlutafyrirtækin inn í reikninginn, en sem betur fer þá hefur rekstur Brunavarna Suðurnesja og Kölku lagast mikið á síðustu árum, þannig að það er ekki að skaða okkur þó við tökum okkar hlut inn í reikninginn til fyrirmyndar. Öðru lagi vil ég nefna það að við fylgjum fjármálareglum þó svo að það sé undanþága í gangi núna vegna COVID-árana. Ríkisstjórnin taldi að það yrði að leggja reglurnar aðeins til hliðar tímabundið og meðan menn væri að vinna sig upp, sveitarfélög væri að vinna sig upp tilbaka. En við höfum tekið þá stefnu að reyna að fylgja fjármálareglunum alltaf í stað þess að ýta vandanum undan okkur og er ég stoltur af því. Þriðja atriði sem ég vildi nefna er að lögbundið verkefni sitja hérna fyrir rúmi hjá okkur, eins og bæjarfulltrúi Valgerður nefndi. Við erum að halda utan börnin og lögbundið verkefni og stærsti hluti í fjárfestingu næsta árs eru einmitt í skólum og leikskólum sem er samkvæmt stefnu meirihlutans en auk þess erum við að endurskoða rekstur íþróttafélaga og vonandi liggja fyrir tillögur á vormánuðum hvað hægt er að gera til að bæta hlutina þar. Og ég vil nefna það að við erum að taka núna í notkun í næsta haust glæsilegt íþróttahús þar sem hægt er að koma fyrir alltaf 1200 manns í Árundastæði, 25 metra sundlu og heitum pottum, þar sem sunddeildirnar fá aðstöðu til að kenna sund og Njarðvík spila sína heimaleiki til framtíðar. Þetta er gríðarleg viðbót við íþróttahreyfinguna að fá þetta inn í nýjasta hverfið okkar sem er á góðri leið með að verða eitt stærsta hverfið í Reykjanesbæ.
Það sem er fjórða sem ég vildi nefna er kannski það að það er vanfjármögnun á verkefnu ríkisins í sveitarfélaginu. Þar þarf að virkilega að taka á höndum. Hér er ég að tala um lögregluna, vegamál, samgöngumál, HSS og ekki síst málefni fatlara. Þar sitjum við langt á eftir og ríkið, eins og Kjartan nefndi áðan, bæjarstjóri, að áætlaðar skuldir ríkisins til sveitarfélagana síðustu 3 árum er rúmlega 15 milljarðar. Það þýðir fyrir okkur ansi mikli peningar og 2 milljarð króna sem vantar inn í málaflokkin hjá okkur. Og til þess að fjármagna þennan málaflokk þá erum við að taka fé frá öðrum þáttum rekstrar og þetta stefnir í vandræði ef áfram heldur. Þannig að við þurfum að taka saman höndum og hef ég nefnt þetta margsinnis á bæjarstjórnarfundum að ríkið þarf að gera sig í brók til þess að við sitjum ekki eftir. Hvað varðar þá bókun sem lögð var fram hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn, þá vil ég bara nefna það að útsvarstekjur er að aukast verulega hjá okkur, enda í kjölfar mikils atvinnuleysis síðustu 2 ára við loksins komin á rétta leið. Mér minnir að atvinnuleysi núna stundir sé 4,8%. Það var tækjastafatala í byrjun árs og það var 26% fyrir 2 árum. Það skýrir auðvitað hækkun á útsvarsgjaldinu, á útsvarinu til sveitarfélagsins, að atvinnulífið komið á fullt aftur, ferðaþjónustan er komin af stað og það að koma regla í atvinnumálin. Þetta gerir það að verkum að tekjurnar að aukast og að nálgast það sem það ætti að vera, hefði átt að vera í raun og veru fyrir 2 árum síðan. En auk þessa eru líka fjölgun íbúa sem rúmlega 7% af ári sem hefur auðvitað mikil áhrif á útsvarið. Hvað var að fasteignagjöldin, 23% hækkun, ég held að þetta sé ekki rétt tala, ég held að þetta sé eitthvað misskilningur. Lóðar, það náttúrulega gríðarlegur fjöldi nýrra bygginga sem verið að taka í notkun hjá okkur núna og það útskýrir hluta þessari hækkun, en ég vil minna á það að við erum að lækka stuðulinn okkar 16,7% á húsnæði úr 0,3 í 0,2,5 sem gerir það að verkum að hækkun á fasteignamati til íbúa, meðaltalshækkun ætti að vera eitthvað rúmlega í kringu 5%. Mörg sveitarfélög aftur á móti að velta þessari hækkun á fullu yfir á íbúana og sumstaðar eru álögur að hækka 22%. Við erum aftur á móti að gera það undir verðbólgu og erum stolt af því að geta skila þessu aðeins tilbaka til íbúana í sveitarfélaginu. Við erum líka eina sveitarfélag sem hefur lækkað fasteignagjöld á fyrirtæki síðastliðin 3 ár. Við erum eina sveitarfélag sem hefur gert það. Ég held að hvort það verið eitt annað sem gerða líka, en við erum stolt af því. Við erum að reyna að byggja til framtíðar og gera hlutina vel eins og hægt og það þýðir það við þurfum að velja og hafna. Og við stöndum með fjölskyldunum í þessari fjárhagsáætlun og verulega stoltur af því og enn og aftur ítreka þakkir til starfsmanna og alla þeirra sem hafa tekið þátt í þessu og ég vil hvetja bæjarfulltrúa hvar í flokki sem þeir eru að ef þeir hafa áhuga á að breyta þessari áætlun að koma með þá tillögur til okkar inn í bæjaráð, þannig hægt sé að setja það inn í áætlunina fyrir bæjarstjórnarfundinn í desember, þannig hægt sé að breytinni ef samþykki fæst fyrir því, en ítreka leið að ef einhvað fer inn þá þarf eitthvað að fara út. Þannig ég hvet alla bæjarfulltrúa sem hér eru að koma með raunhæfa tillögur sem við getum þá tekið tillit til og ég viss það að góða tillögur fá fylgi hjá okkur öllum. Þannig að hvet ykkur til þess. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Oddsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Friðjóni fyrir góða yfirferð og ítreka þær tölur og þær prósentur sem komum fram í bókun okkar Sjálfstæðisfólks að þessar tölur eru teknar beint upp úr forsendum og markmiðum fjárhagsáætlunar, þannig að
einhvers staðar liggur þá villan ef að bæjarfulltrúi Friðjón vill halda því fram. Að mínu mati ágætis byrjun á hugmynd að skoða rekstrarfyrirkomulag hljómahallar, hvort að það sé sveitarfélaginu ofviða eða ofdýrt og hvort að þessum rekstri og eignarhaldi væri betur fyrir komið í höndum einkaaðila með þá samningum leigu sveitarfélagsins. Og mig skortir fjárhagslegar tölur og bakgrunn til þess að geta reiknað þetta út með nákvæmum hætti, en samkvæmt mínum upplýsingum þá þyrfti ekki mikið til að þarna getur sparast háa fjárhæðir og eins þetta að reikna þarf eðlilega húsaleigu á tónlistarskólan sem mér skilst að sé bókfærð mun lægri en raun ber vitni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, hvað var að tónlistarskólan, þá ljóst að tónlistarskóli okkar sem til fyrirmyndar rekinn og allt gott hann að segja. Hann aftur á móti í dýrasta tónlistarskóla á Íslandi og hefðbundið í hvað var að tónlistarskóla og við sveitarfélagi að sveitarfélagin borgar laun en námskeiðsgjöld eiga að borga hljóðfærakaup og leigu. Við náum því aldrei hérna því húsið svo dýrt. Þannig að þetta vandi sem kannski tilkomin vegna bygginga tónlistarskólans sem við sitjum uppi með og það samkvæmt lögum hvernig við að meta stofnverð byggingarinnar, fasteignarinnar og hvernig skólinn á að borga innri leigu. Það lítið sem við getum gert í þessu en ljóst að húsnæði sem skólinn býr yfir og sá fjárstyggikostnaður sem lagður var í vegna hljóðfæra langt yfir það sem venjulegt í tónlistarskólum á Íslandi. Þess vegna skólinn okkar svona dýr, því miður. Takk fyrir það. Orðið laust bæjarfulltrúi Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, Mér langar að koma hérna upp og taka undir bara margt af því sem sagt hérna í dag. Sérstaklega vil ég taka undir þær þakkir sem hafa verið færðar sviðsstjórum og fjármálastjóra og bæjarstjóra fyrir þá vinnu sem þeir hafa lagt í áætlanagerðina til þessa. Þetta er fyrsta skipt sem ég kem að áætlanagerð í sveitafélaginu á þessari dýpt sem við erum að fjalla hérna núna og eins og Valgerður kom inn á. Það er margt lærdómsríkt í þessu ferli og það er ýmislegt sem kemur þarna upp sem að bæði útskýrir ákveðna þætti og eins líka eru ákveðin tækifæri sem felast þarna eins og að koma fram hérna sem við höfum alltaf að vera að skoða og hafa í huga eins og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna var að koma inn á. Mér finnst svona það sem að mér finnst jákvæðast og mesta uppörunum í áætlanagerðinni og því sem henni tengist er hversu bara vönduð og fagleg vinnan er. Þetta byggir á bara góðum meginreglum áætlanagerðar. Hún er gagnsæ, hún er laus við einhvers konar reyksprengjur og töfrabrögð og ekki hvað síst þá erum við að leggja grunna sjálfbærni Reykjanesbæjar til framtíðar. Því það er heljarinnar flókið verkefni. Og við höfum alveg verið stödd í þeim raunveruleika hérna fyrir nefnt allt og löngu síðan sem að það var ekki hægt að kaupa reglustykku á þess að fara að hringja til Reykjavíkur í ykkur embættismenn þar. Og við viljum ekkert fara þangað aftur og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum að geta farið í allar þessar fjárfestingar sem við erum að leggja hérna til án þess að vera í lántöku. Því sú vegferð mun ekki leiða okkur neitt annað heldur en aftur í reglustikulandið sem var nú svo ansinnleiðilegt. Þannig að mér líst bara vel á það sem er lagt fram hér í dag. Mér finnst það framsýn í þessu og agi og það er bara akkurat það sem við þurfum að gera. Því að okkar bæjarfulltrúum sem erum hérna það er verið að treysta okkur fyrir 20 milljarða sem er fé bæjarbúa til að koma því í vinnu fyrir hagsmuni bæjarfélagsins. Og við þurfum að gera það ábyrgð en líka samhliða því að sýna djörfung og þor í ákvörðunartöku því þannig náum við framförum og framsýni hérna í samfélaginu. Takk. Takk fyrir það. Við erum enn undir fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 23-26. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Kjartan. Já. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég nú byrja því að þakka fyrir ágætu umræðu og ábendingar sem fram hafa komið. En ítreka líka að það sem að
kom fram í máli mínu hér áðan að ef að menn ætla að fara að bera saman á milli ára þá áætlunin öðruvísi uppbyggð núna heldur en í fyrra út af þessu sem ég nefndi með þessar stofnanir sem eru komnar inn í áætlunum núna, Kalka og fleira. Þannig að vona bara að menn áttu sig á því að það þarf þá að leiðrétta fyrir þeim tölum ef það ætla að bera þetta saman eitthvað. Sem fínt, ég bara þigg það með þökkum að fleiri rýni þetta og liggi yfir þessu með okkur. Og eins og framkom í máli Friðjóns formanns bæjarráðs hér áðan að þá ef að sem ég vona líka að framkomi góðar og gegnar tillögur til breytinga að þær séu þá vel útfærðar og fjármagnaðar. Allavega komi tillögur fjármögnun líka. Það eitt mál sem að ég gleymdi eiginlega að tala Ég ætlaði að gera það undir fundargerð fræðsluráðs áðan en getur alveg eins verið hér og það hugmynd sem kom hér upp og okkur var falið að kanna hvað myndi kosta að bjóða börnum í grunnskólum Reykjanesbæjar upp á hafragraut á morgnana og við höfðum samband við skólamat til þess að kanna þetta og þetta náttúrulega svolítið háð forsendum sem við gefum okkur og það skiptir máli hvort að hafragrauturinn boðinn fyrir skóla eða áður en að skóli hefst á morgnana eða hvort það gert síðar á morgninum og samkvæmt þeim upplýsingum sem okkur hafa borist að þá þeir að gera ráð fyrir að hráefnisverð sé 90 eða það kosti 95 krónur fyrir hvert skammt miðað við að hafragrautur sé framreiddur klukkan 10 þar að segja í löngu eða í frímínútum og sú tilhögun hentar örugglega ágætlega úlingum segjum við en kannski síður yngri nemendum og ef við gefum okkur að 50 börn í hverjum skóla myndi þiggja hafragrautur, við náttúrulega rennum alveg blint í þetta, við vitum ekki hversu mörg þau yrðu en ef við gefum okkur að 50 börn myndi þiggja hafragraut þá þetta 5,6 milljónir sem að það myndi kosta ársgrundvelli og ef 100 nemendur í hverjum skóla myndi þiggja hafragraut þá þetta 11,3 milljónir sem þetta myndi kosta og við þurfum að skoða málið nánar upp á það ef það á að veita hafragraut áður en að skóli hefst á morgnana þá þarf væntanlega að semja við starfsmenn skólans að hefja störf klukkan 7 og 7:30 til að elda hafragrautinn og hann var tilbúinn fyrir nemendur og við erum ekki með útfærar kostnaðartölur í því sambandi heldur fengum við hitt bara frá skólamati við leituðum eftir því. Þannig að ef þið viljið skoða þetta eitthvað nánar þá erum við með allavega þessar upplýsingar. En að öðru leyti bara fórstu bara takk fyrir góða umræðu og við höldum svo áfram í desember. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar? Það lagt til að fjárhagsáætlun 2023 til 2026 verði vísað til síðari umræðu á bæjarstjórnarfundi 7. desember næstkomandi. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það samþykkt 11:0. Fleira ekki á dagskrá bæjarstjórnarfundar og ég ætla þá að leyfa mér að slíta fundi.